Ég er í smárlendinni. Við langar svo að versla eitthvað hauslegt fyrir Ólífer. Ég er að versla aðeins fyrir mig. Þannig að lífið sig þarf að kaupa eitthvað fyrir Brynjar og Ólífer líka. Og ég er að skoða svo sætt í söru. Ok, mjög random. En ég er á XO að köpa sæta kartöflufranskar. Það eru svo góður á XO. Ég elska það sko. Ég bara varð alltaf í nógslega sveng þannig ég ætla að borða það á leiðinni og svo sækja Ólífer í leikskólan. Það er svo fallegt í dag. Ég er búin að segja þetta svo oft í seinustu vídeóm en það er bara búið að vera svo fallegt haustur. Gefur ykkur kól þegar ég kem heim. Við ætlum að smakka franskarnar. Þetta var svo hæg þjónusta en allt í lagi. Þeir eru svo góður, mjög heitar. Sko, ef ég get borðað franskar án þess að vera með sósu, þá eru það góða franskar. Ok, Ólífer er 15 mínútur eftir að leikskólaplássinu sínu. En hann lóki skamma mig þegar ég sækja hann snemma, af því honum finnst svo gaman. Þannig að ég ætla bara að gefa ykkur quick try-on haul áður en ég sækja hann. Af því ég held ekki hann sé úti, það er ógeðslega gott veður, hann er bara gott að vera aðeins úti. Fyrir Ólífer fann ég þennan ból, keypti hann alveg í stærri stærð, þannig að hann mun endast lengi. Mér fannst hann bara eitthvað svona cool, flotti litur. Varð ég að kaupa eina haustpeysu fyrir hann, mér bara fannst ég þurfa þess og þessi er eitthvað svo ljótflott. Ég keypti hann líka í stærri stærð. Svo keypti ég bleikabólinn sem ég mátaði. Keypti mér líka ylvatn í söru, það heitir Lightly Bloom og kostar bara 1900 krónur og þetta er sko ylvatn sem að ég átti alltaf og svo byrjaði ég að kaupa mér Kylie ylvatni. Það er svo góð lykt af þessu. Ég fæði líka alltaf róstil nota þetta. Þannig að nú get ég svona svolítið svitsað Kylie og þessu. Gaman að vera með svona mismunandi, þú veist, eftir degi. Ég ætla að taka eitt svona Nespresso Barista Pumpkin Spice Cake Flavored. Ég hef aldrei keypt Nespresso haustbrauðin, þannig ég ákvað að prófa. Og fann ég 2 jakka í extra loppinni. Sko, þessi hérna er giving Emma Chamberlain 2019 þegar hún var nýbyrja á YouTube. Þá var hún alltaf í svona teddy bear, fluffy jökkum. Þetta er bara H&M og ég var svo, sko, ég skammaðist mín smá fyrir að kaupa hann og ég var bara smá bara svona, ok, er þetta ógeðslega ljótt og ógeðslega svona. En mér finnst hann, það er eitthvað við hann sem að ég bara svona, mér finnst sniðið ógeðslega næs og þú veist, ég elska þessi hetta. Mér finnst þetta vera bara svona, vera svona, já, þú veist, eins og núna, ég er bara að fara að sækja, hendi mér í eitthvað svona. Já, ég var eitthvað svona að fíla þetta. Kostaði líka bara 1500 krónur, annars ég örugglega ekki tekið hann ef hann hefur verið mikið dýrari. Seinasta er Gina Tricot, svona, já, ég myndi þennilega sé flotta sem peysa. Svona, og brettar ermar. Þessi er medium. Þetta sé mjög flott við, þú veist, svartar buxur, svona suit pants, kannski hlýraból undir eða eitthvað. Ná já, that's it, that's the haul. Já. Fyrsta sem Ólífer spottaði þegar hann kom heim. Listaverkin sem gerði hann í vikunni. Ég var að hengja þau upp í morgun. Það er íþróttaskóli eftir 50 mínútur. Og íþróttaskittur í framan. Það var bara Tómas á þessu. Við erum á kvöldvakta viku þessa vikuna, þannig að Ólífer er bara búin að vera heima seinustu dagar 2. En Jesús, ég ætla að vlogga nokkra daga, allavega 2. Hvert erum við að fara? Kjóla mamma. Ólífer? Kjóla mamma. Er þið kjána mamma? Já, kjóla mamma. Kjóla mamma. Ólífer segir að ég hafi verið óþekk að skemma eitthvað dót. Voru að setja mig inn í herbergið? Kom í svo svartar? Nei. Svartar. Hverjar? Svartar. Viltu koma í svartar? Já. Ok, erum við þessar. Skal við velja ból? Hvaða ból er það fyrir? Svarta bós. Gulan ból? Já. Ok. Svarta bós. Svarta bós.
Já, viltu fara í þetta? Já. Pappa. Klukkan bara 20 mínútur yfir 8 en ég bara búin að resetta heimilið og komin í náttúr og bara gera mig til fyrir rúmið. Það bara búið að vera svo næs eftir að Ólafur varð svona duglegur að sofna snemma. Hann hefur nefnilega alveg gegnum árin tekið, þú veist, tímabil sem hann bara sofnar ekki um 10. En hann bara búinn að vera núna í ótrúlega góðri rútínu seinustu mánuði. Þannig að ég hef bara ógeðslega mikið tíma þegar hann sofnar. Ég hef bara allt kvöldið og þú veist, það munar svo mikið að fá svona chill tíma bara fyrir mig. Þetta bókin sem ég er að lesa í síndana í einhverju vloggi. Höstlaðu eins og þú verslar. Gerist í Svíþjóð. Þegar ég byrjaði að lesa þessa bók þá ég var viss að þetta væri breskur höfundur. Þannig ég fór að sjá fyrir mér bara svona breskt umhverfi og síðan sagði hann eitthvað svona þar sem ég fattaði að þetta var Svíþjóð og þá var ekki skrítið, ég þurfti svona að breyta umhverfinu í hausnum mínum, skiljið. Ég kom með þessu 114, þannig að gengur mjög vel að lesa. Í fyrramáli ætla ég í 8:20 píldistíma í Laugum. Eina ástæðan okkur mig langaði í píldis var því að þau voru að opna píldissal í Hafnarfirði sem miklu nær mér heldur en Laugardalurinn. Það var svo pirrandi, það eru svo fáir tímar í boði í Hafnarfirðinum og eins og á morgun er 50-dagur og þau eru ekki með neina morguntíma í Hafnarfirðinum. Þannig ég svona gett að bíða eftir að þau bæti í Hafnarfirða, þú veist, dagskrána. Ég svona vona að þau geri það í haust og vetur. Ég ætla að fara í Laugar á morgun og taka Pilates. Ég ætti kannski rétt að mæta aðeins fyrir og tekið tröppur. Ég ætla bara að fyrir að setja vatn í brúsa minn og lesa. Og ég er að pæla bara snemma að sofa. Kannski sofna ég bara 10 í kvöld. Ég er að vera ógeðslega þreytt að vakna á morgnana seinustu daga. Þannig að vonandi næ ég að vakna í fyrramáli og fara í Pilates. Góðan daginn. Klukkan er korter yfir 7. Ég vaknaði svona 20 mínútur í 7. Komin með kaffi. Ég var að drekka það með, það fylgdi svona lok með. Þetta er glas sem ég gerði í Nostra. En það lekur svo mikið að það var að leka á borðið og á sloppinn. Þannig ég er að drekka með röri. Af því ég er með kóldvóm, það er gott að drekka svona. Ég leggjast að 7:30, þannig ég ætti að ná allavega svona 20 mínútum á tröppuvélinni. Ég hef sko tvisvar búin að reyna að fara í 8-20 tíma í Pilates áður, en af því þetta er í Laugardalnum, þá þarf ég að fara í gegnum alla morgunumferðina og ég hef bara alltaf fest í umferð og mista tímanum og lent á skróplista og það er ógeðslega pirrandi. Ef það væri 8-20 tíma vellun, þá myndi ég alveg Pilates alla daga, sko. Ég vona svo mikið að það sé ekki morgunumferð. Laugardalurinn er alltaf haustlegri og haustlegri þegar ég kem hingað. Ég er sko í sjokki hvað morgunumferðin byrjar snemma. Ég lagðist að 25 mínútur yfir 7 og ég lenti í smá umferðarkafla hjá Hamraborg og að Kringlunni. En klukkan er 7:52 núna, þannig þú veist ég er samt alveg á fínum tíma. Ég nægur okkur svona 20 mínútum á vélinni, tröppunni. Þannig að ég ætla bara að fara inn og hita aðeins upp fyrir Pilatestíman. Stoppaði í Fjarðarkaup á leiðinni heim. Ég er svo búinn á æfingu. Að fá svona smoothie bowl obsession aftur. Ég tek svona tímabil nokkuð sinnum á ári þar sem að ég bara elska smoothie bowls og er á þannig núna. Smoothie bowlið sem ég geri núna er sko ógeðslega einfalt. Ég set bara frosna ávexti að eigin vali, eina kefír og smá hunang. Bara ógeðslega einfalt. Og svo set ég bara toppings og það ég vill hafa sko smoothie bowlina, þú veist, grunninn svolítið lokal, þannig að toppingi geti verið svolítið hækall. Ég til að taka bensín líka innan ég ekki. Jú, ok. Þess að sagt fór í tíma, Dóra Júlía var að kenna, ég hef aldrei farið í tíma hjá henni áður og ég hef aldrei tekið æfingu H sem var í dag. Ég myndi alveg segja að þetta hafi verið svona erfiðasta æfingin. Ég tók rosa mikið á kviðinn í dag og bara, já, þetta tók bara á allt í dag. Mér finnst þetta mjög góð æfing
Hún mjög svona öðruvísi kennari, myndi ég segja, heldur en hinir kennararnir sem ég hef farið til. Í fyrsta lagi var önnur upphitun heldur en vanlega, af því það alltaf, þú veist, allir kennararnir alltaf með sama svona upphitununa. Hún var með öðruvísi og hún var miklu meira svona að labba salinn heldur en, þú veist, að vera á bekknum sínum. Ég myndi segja hún var alveg svona 50%, 50% labba salinn, 50% á bekknum að gera með okkur. Þannig að svona, og þegar hún var að labba salinn þá var hún svona, hún var mjög hvetjandi og hún var svona peppa hann í gang og hún var svona passa allir væri að gera, þú veist, rétt og eitthvað svona. Mjög gott að vera bara búið með æfingun í dag. Ég ætla að taka bensín og fara heim og gera mér smoothie bowl. Buon appetito, segi ég nú bara. Smoothie skál. Aðeins að kíkja á plan fyrir daginn. Það sko komin alvöru vetrar morgun núna. Og Ólífur ekki komið með vetrarúlpu, kuldagalla eða stígvél. Hann búinn að vaxa upp úr stígvélunum sínum. Þannig ég þarf örugglega að kíkja í barnaloppuna. Helst með hann smá erfið með skó. Þannig ég þarf að láta hann máta ef ég sé einhver stígvél. En anyways, ég ætla að borða þessa æðislegu smoothie skál og bara chilla aðeins eftir þessa æfingu fyrir sturtu og eitthvað. Ok, ég fór í bað, ekki sturtu, bað sem alveg smá skrítið á mótnana. Mér finnst baðið vera svo mikið kvölding en ég var bara svona að kreyfa bara nokkrar mínútna slökun. Þannig ég fór í bað og gerði mig til, ég á eftir að gera hárið mitt reyndar. Kveikti á kerti, tók smá, það var ekki eitthvað mikið drasl en ég gekk að svo í eldhúsinu. Ég setti eitt svona pumpkin hylki í vélina og setti púðursykur og kanil, lét það bráðna saman og kólna. Þannig að núna ætla ég að gera mér eitt pumpkin ískaffi. Oh my god, þetta bara haust í glasi. Þetta haust í glasi. Það smakkast eins og bara kerti, laufblöð, svona morgunsól. Ángríns, þetta bara haust.